Jæja, Steingerður. Ég ætla að gera spá fyrir ykkur. Hvað er svona að koma restina af árinu og eitthvað. Eða hvað kemur í ykkar energy, mætti segja. Skulum bara byrja. Sjá. Ég ætla að byrja á hérna á þessu orgulspili hérna. Fá svona heldar energy. Hvað maður kalla þetta. Og svo var ég með útskýringu á því bara á Facebook síðan mínu völu sko. Skjum þar. Það er Steingeitin. Já. Eitt fyrir Steingeitina. Þið fáið þetta hérna. Sé ekki alveg hvað stendur hérna. Þetta minnir mig á stjörnuna í tarotspilinu. Getur verið Aquarius. Það var spyrinn. Restoration. Já, það er eitthvað svona breytingar í gangi hjá okkur núna. Svona, ég fekk bara svona, eins og segja, þeir að snúa við blaðinu einhvern veginn. Þetta tengist eitthvað með sjálfan ykkur. Gæti ykkur bara, gera svona eitthvað samt við hárið, lita hárið eða eitthvað. Síðan, þessi er alveg með svaka flott ljóst hár. En já, það geti eitthvað verið með hvítt hár eða ljóst í kringum hjá okkur eitthvað, ég veit ekki. En já, restoration, veit ekki alveg hvað það þýðir. Skulum fá svo eitt hérna fyrir ykkur. Fyrir Steingeitina. Það meira fyrir restina af árinu fyrir Steingeitina. Memory, Six of Cups. Six of Cups er eitthvað sem er svona, getur verið eitthvað svona from the past. Það getur verið svona bara fjölskyldan og eitthvað svolítið sko. Eitthvað sem að tengist því eitthvað. Getur verið eitthvað samt við eitthvað svona kannski svona endurfundir kannski líka. Skulum sjá hvað kemur meira fyrir ykkur. Fyrir Steingeitina. Roma, Knight of Cups. Já. Þetta getur verið eitthvað nýtt að koma inn í ástinni eða það er þeir að fara að hitta kannski ástvinn eða eitthvað svolítið sko. Já, það segja það. Þið verður svolítið grounded og svona út þetta árið og það er svona, sem stendur uppi kannski er þessi endurfundur með ástvinni eða það getur verið nýtt eða þá einhver hittingur. Getur verið eitthvað svoleiðis sko. Það er hérna gæti verið hérna vasperi, krabbi, sportriki og fiskur. Gæti verið einhver þess stjörnumerki en þarf ekki endilega að vera.
En þetta verður svolítið, svona já, eitthvað sátt við svona svona breytingar hann, tilfinningulega breytingar hjá einhverjum. Sjá hvað kemur meira. Fyrir stengið þannig að restina af árinu hvað þessi til að vita. Þetta gæti verið að það sé svolítið svona óviss núna, svona hvað verður. Eða svona það eitthvað sem að þið eru svona mikið að spá í. Og eitthvað samt við tíman líka, það er eins og, úst, annarkvort finnst ykkur að þið þurfið eitthvað meiri tíma eða eitthvað svona í kringum hjá okkur. A time to give rather than take, no money Virgo. Og það gæti verið svolítið núna bara sem að já svona að þið eru svolítið svona bara kannski sjá svona að þið eru að fá hlutina svolítið til ykkar núna, þið hafa verið rosalega mikið svona að gefa frá okkur og það er bara svo svolítið komið tíma á líka að fá eitthvað til sín og það er bara kannski við þetta árið sé svolítið þannig. Grænt er svolítið svona með hjartað líka. Gæti líka tengst peningum. Fá hérna líka meira. En ég held að þetta sé svolítið bara svona pælingar sem að þið hafi svolítið núna sko. Two of Cups. Takk fyrir eitthvað herkuður hérna. Ykkur fiskamarkinu. Two of Cups, það getur verið gæti þið tengst ykkur union eða samningi líka sko. Meira fyrir stengið þennan. Já, þið eru að koma svona út úr svona einhverju konflikti. Það er eitthvað búið að vera svona að draga, ég held að sé rosalega mikið fólk í kringu hjá okkur sem hafa verið svolítið að taka af ykkur og það er svona, gæti tengst líka sambandi eða eitthvað svoleiðis, en það er, þið eru svona, þið eru að gera, já, kannski snúa blaðinu við þetta, að láta ekki fólk hafa svona mikið áhrif á okkur, svona, framöndan. You're the boss, you know. Queen of Swords, já. Hérna. Og það getur verið tvíburi, vassburi og ógin. Getur verið ykkur í kringum hjá okkur eða þá að þið sjálf eru svolítið sko bara núna setja svona clear boundaries svona, það er eins og þið eru svona að fara að taka við stjórnina svona, voru kannski að láta svolítið aðra stjórningur. Knight of Wands, Ten of Cups. Það er eitthvað sem kemur inn og vill bara gera allt með þér. Þetta er svona meira tengt þér, stengið. Það gæti verið að það sé svona kringu okkur sem er svona inn og út eða þá þið sjálf. Svona hafa ekki vita hvað ég vilja eða eitthvað svona samtöð við sambandi og eitthvað svolítið sko. En
En þið hafið eitthvað hérna sem að vill vera með ykkur og það eitthvað samt við ákvörðunartöku sem þið þurfa að taka líka og það eitthvað sem að svona hafa svolítið áhrif á okkur svona hvað að gera en já, þið hafa kannski verið að deila þessu við fólki kringum okkur en svo þau upp á staði þá takið þið þessa ákvörðun sko, hvað þið viljið í ykkar líf eitthvað samt við leiki líka ég hugsa já það eitthvað sem hefur lykil á hjartaninu eða lykil hálsinn nei, svo sem en það eitthvað já, góða fréttir framundan varðandi eitthvað svona breytingar það eitthvað svona það tvenns konar breytingar sem koma þetta árið hjá okkur eitthvað tvennt sem svona stórt sko við erum alltaf að gera eitthvað sko, en það eitthvað tvennt sem að stendur upp á þessu ári og það gæti verið það svona já gæti verið svolítið svona eins og að fengi svona smá svona sjokk og svo en svo þetta eitthvað sem eftir að verða eitthvað meira sko það getur verið að hlutinir sem að þið heldur okkur að fara okkur öðru vísi það svona þessar tvenna breytingar sem koma það líka eitthvað þessu en nei, ég ætla ekki að gera þetta strax já, það eitthvað svona sudden change, shocking news, surprise, empathy, upheaval, transformation það líka svolítið svona þannig sem að kemur upp þetta eiginlega bara svolítið svona eye-opening eitthvað svona, þetta góða breytingar segðu það restin af árinu, hvað svona stendur upp úr hjá steingitinni 12.51 já steingitinni, hvað það sem þurfa að vita já, ég eftir að gera stjörnumerkin hérna fyrir steingitina þið fáið ljón Libra það júni, júli ég meina eitthvað samt við 6 getur verið krabbi og tvíburi eða nauti finnst líka megin koma hérna líka það var með sportir ekki á megja og já og eitthvað samt við október það eitthvað svona þetta er júni og október júni, júli og sem er eitthvað svona stóra breytingar kannski eitthvað sem eru að bíða eftir eða eitthvað sem kemur inn í þá sjá stengið og já eitthvað sjáum hérna hvað kemur hérna meira fyrir eitthvað stengið hvað meira fyrir steingitina já steingitina Page of Pentacles hvað meira fyrir steingitina
Ten of Swords, Two of Pentacles, Queen of Swords, Hierophant. Já, það eins og sagði það hérna eitthvað sem að þið byggust við fór ekki eins og að þið hefði viljað og þess vegna hérna fundist kannski eins og svona eitthvað komið aftan að okkur varðandi eitthvað svona já, svona eitthvað breytingu eða eitthvað slíkt eitthvað sem er búið að vera svona já, komið svolítið ójafnvægi á okkur. Svo hérna já, svo hérna kemur inn sem að verður svolítið svona eitthvað svona eins og þið fengu upp í hendi svona nýja byrjun að okkur. Svo ég segi hérna. Og eitthvað samt við vinnuna líka. Það getur verið eitthvað svona atvinnutækifæri sem að svona gera eitthvað breytingar líka kannski með. En það eitthvað sem við erum búin að bíða saman til vinnuna, eitthvað sem að verður að veruleika. Það getur verið eitthvað svona tengt, eitthvað samt við ágúst kannski. Það hérna, já, þetta eitthvað sem að þið svona, já, voru svona svolítið kannski óviss með hvað yrði. En ég held að það svona, já, það verður allt í góðu, eða eitthvað, ég veit ekki. Það fá englanum fyrir ykkur. Þið fáið 5, 3, 4. Já, þetta er svona hugarfarsbreyting líka. Gæti verið eitthvað hérna líka 35, 43 eða eitthvað. Fáið hérna meira fyrir ykkur. Fyrir stengitana restin af árinu. Já. Stengitana. Universe. Já, það eitthvað sem að eftir að verða veruleika og það eitthvað sem að þið settu út á alvegum eða svona eitthvað sem langaði í og þetta eitthvað svona tengist heimilinu, það eitthvað svona þannig að þetta kemur og já, do it for you nummer 48, sundress. Það eitthvað sem að já, getur verið eitthvað að þú ert að fara að gera eitthvað svona breytinga varðandi sjálfa eða kannski ekki breytið sem jú, þið eru svona já, breyta kannski klæðaburð kannski. Þetta eru sundress. Kaupa kjóleima, ég veit ekki. Ekki það kallmaður, en já. Það er svona einhverja pælingar. Gera svona meira hluti. Endurbætur, breyta til. Endings brings new beginnings, growth, change, liberation, transition. Já. Við erum kannski að ganga gegnum svona stóra breyting, það er eitthvað svona stóra breyting sem er komið inn núna. Þetta árið. Girl talk. Time with friends, moving on, happily single, living in the moment, having fun. Þetta er svona, já. Cupid's arrow.
have faith, love is coming, surprise, invitation or meeting hesitation. Þetta svona heildar yfir árið, sko. Og já, ending brings new beginnings. Það eru svona, já, endurfundur eitthvað samt við ástina eitthvað, sko. Happy, já. Be light-hearted, finding all things coming to light, adopt, change, heal. Já, þetta ár verður bara svolítið svona já, verður svolítið mikið í félagskapi þetta ár, sko. Mikið, kannski einhverju mikið í símanum, tala mikið. Eða þá samskiptin eru þannig mikið. Það er alveg svona, það er eitthvað svona breytingar sem þeir gerir núna, já þeir eru í sambandi, þá gerir eitthvað svona, já, stórt saman eða gerir eitthvað svona, já. Góða breytingu. Svona eins og, þú veist, svona taka svona smá svona góða breytingu. Take a chance, risk being strategic option. Þannig já, við skulum fá meira innan. Sem ég sé hérna þá er þetta samt við ástamálin svona að það er eitthvað svona að koma inn. Gæti verið nýtt sem að þetta er samt eins og endfundir, gæti verið svona eitthvað from the past, eitthvað að koma til ykkar og vill svona gera eitthvað, eða þá að þetta er alveg nýtt. Og svo er hérna, já, verið árið svolítið svona bara í samskiptum og svona, það er Cupid árið það hérna, love is coming, surprise, invitation, það er eitthvað sem að vill bjóða þér eitthvað, gera eitthvað. Og það sem að hérna var að enda, sko, þið fenguðu eitthvað svona, eitthvað snögg breyting sem þurfti að gerast í kringu hjá okkur, breyting sem kemur upp, sem að þið byggust ekki við, en já. Fleir. Já, hvað meira þetta árið fyrir stengitina 22, 59, 23. Já. Númer 4. Já, gæti verið, það gæti verið svona annað hérna spilum með það. Mér finnst eins og að ég fekk svona bara, ætulega, að þeir eru svona sama máli með einhver hluti hérna. Horfum á sama staðin eða eitthvað. En það gæti verið að það sé svona óvissa svona hvað verður og það kannski er eitthvað svona annað í spilinu kannski. En það þarf ekkert endilega að vera, mér finnst þess að þið eru svona sama svona stað kannski. Já, það er svo sama manneskjan, en ung og en gömul. Þetta ekki. Það er kannski að velja á milli yngri og eldri, eitthvað. Herri, já. Við fáum eitthvað meira fyrir ykkur. Restin árinu, hvað er góða breytingar? Já, við viljum bara fá góða breytingar. Fá góða breytingar að koma. Kannski er að koma góða breytingar. Þess að ég sagði þetta. Magician. Temperance. Já,
Já. Það eitthvað, mér finnst eins og líka, það eins og eitthvað samt við bíl, eitthvað sem búið að hafa eitthvað svona áhrif á okkur þetta árið, þú veist, við liðið gera eitthvað svona breytingar varðandi bíl, eða það gæti verið eitthvað samt við flutninga eða eitthvað breytingar sem við viljum gera svona kannski innandyra eða þá þeir að flytja, og það gæti líka tengst hjá einhverjum ferðalagi, eitthvað sem þeir að fara, og það svo, úst, að já, þess að taka svona einhver áhættu, fúlina, og þeir svona, og það eitthvað samt við innsæða eitthvað svona, úst, með þessa ferð eitthvað sem það sem ákveðið, úst, alveg rétt ákvörðin sem þið takið. Þannig eitthvað svoleiðis, ég veit ekki. Og eitthvað samt við eins og kannski sjáðu eitthvað sem að þið sáu ekki áður eða eitthvað, úst, að svona treysta innsæðan, eitthvað treysta það sem að þið finni að það sé rétt. Kemur hérna líka. Þið svolítið tengt svona, eða þið bara hlustið á sjálfan okkur. Það hérna eitthvað líka sem kemur inn sem að þetta kannski, þessar breytingar líka eitthvað sem þetta að gera eitthvað svo gott líka, og það eitthvað sem að kemur hjálpar eitthvað svona við þetta, og það getur verið svo bara líka ný ást hérna líka, ný byrjun á einhverju. Hjá einhverju. Það eitthvað svona breytingar upp á við, svona, þegar þurfa samt að, eins og þurfa að skilja eitthvað eftir að sacrifice eitthvað, fyrir eitthvað, þetta svona eitthvað hvað fyrir leysa. En já, það sé ekki bara komið hérna hjá okkur, búið með allt hérna. Já, fætt hérna, öðru loka. Fyrir stengið hérna. Ancient Wisdom. Hérna, 34. Það eitthvað sem að, já, kannski bara eitthvað svona download eða eitthvað sem kemur til eða þá að þið svona fái ráða frá einhverjum kunningjum eða fjölskyldu eða eitthvað sem að, úst, hjálpar eitthvað svolítið að svona að yfirkoma eitthvað sem er aldrei neitt hugan á manni eitthvað. En já, það eitthvað sem þið fáið, kannski bara eitthvað úr þessu vídeo eða eitthvað, kannski frá mér. I'm ancient. Nei, ég hörtu eitthvað, ég ekkert svolítið, ég allavega gömul. En já, já, það eitthvað svoleiðis. Það eitthvað svona revelation, eitthvað svona eitthvað upplýsingar sem þið fáið. Sem að kemur okkur af svona betur áttum, mátti segja. En ég ætla að láta þetta duga bara fyrir ykkur stengið. Bye.